Góða kvöldið og velkomin í þátt númer 61 hér á YouTube-rásinn minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Nú í dag er 24. mars, sunnudags eftirmiddagur. Ég er nýkomin úr Reykjavík úr prjónahitting hjá Tjarnadísum en við hittumst samt í Breiðholti og við áttum alveg æðislegan dag saman. Við ákvaðum að gera okkar eigin litla EYF eða Edinborg Yarn Festival nema bara með það sem var til sölu þar voru töskurnar mínar og tvær yndislegar með prjónamerkin sín og það var bara alveg æðislegt og það var ótrúlega góð mæting, miklu meira en maður gerir ráð fyrir það því að það er svo stór hluti af þessum hóp samt þarna úti helgina. Þannig að þetta var bara ótrúlega gaman og allir bara æsa hvern annan upp í að mæta að ári til Edinborgar og ég er allavega staðráðin í því. Svo sjáum við bara hvað gerist. Nú en það er þá bara viðeigandi að þessi þáttur heiti bara Edinborgar hiti eða Edinborgar fífur af því að það er svona í manni. Ég er alveg vandræðalega innblásin eftir helgina bara á því að skoða Instagram og fá skilaboð frá Lindu, Hippi, Barbanitt og sjá öll vídeóin og hvaða stelpunar voru að kaupa sér sem að voru að setja inn á Edinborgar síðuna á Facebook og sjá bara allar prjónaflíkurnar og allt þannig að mín klikkaðist aðeins í búðinni sinni, einkaversluninu minni en ég sýni ykkur það þegar að við komum á döfinni. En eins og þið vitið þá hika ég ekkert við að byrja á nýjum verkefnum en þessi verkefni eru nú ekki komin lengra en onni í póka. Svo sjáum við hvað gerist. En þetta er bara hefðbundið þáttur, það eru klár, verkivinnslu, hvað er á döfinni og hvað er til pókan og bara byrja á því að það er mjög lítið eftir af töskum og þetta síðast skammturinn fyrir sumarið. Þannig að bara go for it. Kíkja á þetta inn á verkefnatöskurhelgu.com og gáðu hvort þið sjáu eitthvað sem ykkur líka við af því að ef að heldur áfram sem horfir þá fer vefsíðan bara eða verslunin á svona frístillingu þegar að verður orðið þáttum fína drætti þannig inni. Nú, en þá bara ekkert eftir neina að bíða. Ég er í klárinu. Þær voru voða hissa, ég skildi ekki mæti neinu nýju í hittingin af því að ég er vön að koma með eitthvað nýtt. En ég var reyndar í nýjum sokkum. Ég var í sokkunum sem við Linda prjónum, vinkonu sokkarnar okkar. Hún kláraði sína í gær og smelti sér í það og sendi mér mynd. Þannig að ég sagði hann að ég ætla að vera í mínum á prjónahittingum í dag og sendi henni mynd í morgunsárið. Þannig að ég var í nýju en þó það sé ekki klárað. Nú en ég er búin að eiga nóg frills kláraða í viku en er búin að spara mér að vera í henni þangað til þið eru búin að fá sér. Ég hafði hana ekki alveg en síða og öskust segi til samt, ekkert fjarri því. Þetta er alveg í beyjunni á miðmálum, Og hún er mjög ermalöng, ég fór samt alveg eftir uppskrift. Það er ekki oft sem að maður, eða ekki oft sem ég næ réttri ermalöng. Ég þarf yfirleitt að bæta ykkur við, en ég sá það að ég þurfti þess ekki með þessa. Og þetta er nóg frills frá Petit Knit sem er búin að vera lengi í bígerð. Þetta gatt byrjaði sem Úlendu Honey eftir Andreu Mári en ég var ekki ánægð með efnið sem að ég fekk út með prjónafestuna og allt það. Þannig að þetta er 100% merino frá henni Kristínu í Vatnsnesi og liturinn heitir Dröfn. Og þannig að ég rakti Úlendu Honey upp það sem ég var búin að gera aðeins á beristykkinu. Bætti bara merino frá Sandnes við þessa og út kom þessi dásemd. Og ég
notaði þarna Helico aðferðina til þess að skipta. Ég var alltaf með tvær hespur í einu til þess að kæmi ekki eitthvað skellur og eitthvað svoleiðis, og það bara algjör snilld. Ef ég man, skal ég reyna að setja link hérna fyrir neðan ef þið vil kíkja á það. Í það minnst allavega nafnið, þannig að þið getur sett það bara inn í leitina. Ég er ekkert eitthvað klári í þessu linkadæmi eða er að gera mikið af því, en ég hef verið spurð svo mikið það, og þannig að það er kannski tilvalið bara að smella því hér undir þetta vídeo. Þannig að þetta er klára vikunar. Ég er ekki búin að klára meira þegar ég er búin að fitja upp á svo miklu nýju, og svo er ég að gera eitt verkefni sem að ég er að gera fyrir Stífinn og Lindu og get ekki sýnt ykkur. Það má ekki. Og þannig að en það fer svona mesta púðri í það, ásamt því að vera að passa ungana mína 2 litlu. Hún, elsta barnabarnið, Hrafntinna sem er 3 ára, skellt sér í hálskirtlatöku sem að gekk alveg ótrúlega vel, var komin bara samdægurs heim, bara nokkrum tímum eftir aðgerð, og allt gekk bara ljómandi vel, nema svo dreif hún sér bara í það að fá sér inflúensuna ofan í það. Þannig að það er búið að vera allt í hershöndum. Mamma nýbyrju í vettvangsnámi í þroskaþjálfanáminu sínu, og ég átti að vera með guttan allan daginn og eitthvað með Hrafntinnu, en af því hún var svona veik að þá var bara urðu mamma og pabbi aðeins að vera líka með henni en hún er svo betur fyrir að hressast. Og fer væntanlega í leikskóla á morgun, og Hilmir kemur og heldur upp í stuði hjá ömmu milli 8 og 4, og hann er orðinn mjög duglegur, farin að labba og fikta alveg rosalega, og það er komin barnalæsingar á allt og þannig að það er ekkert mikið, ég get ekki setið svona eins og ég gerði og prjóna. Nú vill hann vera meira að, hann er líðilega mikið betur, fann að borða betur, og þannig að þá get ég bara prjóna með hann lúllar, og hann er ekkert að eyða miklum tíma í það heldur. En það er allt í lagi, prjónandi fara ekki neitt, en börnin eldast. Þannig að ég ætla bara að njóta þess. En það er samt alltaf eitthvað sem að spýtist út úr manni. Það sem að ég hef unnið mest í er Felix peysan, sem að hún, kanadíska vinkona mín Judith, benti mér á. Nú var stólu úr mér hvað hönnurinn heitir, ég ætla bara að borga sig að vera mér aðverðil í alltaf opið. Þetta er Amy Christoffers, og ég er á eftir bara ekkert mikið þangað til ég kem að þess að gera stroffið. Hún verður svona svipað stutt og þessi ná frils. Ég ætla að gera það sem að ég reyndar hefði hugsað mér að gera, er bara að klára alveg þetta í bókinn, gera svo ermarnar, klára þær og klára svo bara stroffið hérna neðan á þessu. En það sem að mér finnst svo ofsalega fallegt við hana er þetta laskin, gerði með svona gata prjóni. Og ég er að gera þetta úr permin Saragarninu og held því tvöföldu saman, og ég er örugglega að prjóna þetta á 6 mm. Ég er búin að skrifa það, nei. Og liturinn farin af. Ég held að það sé alveg örugglega 6 mm. Og stroffið sannlega á 5. Ég er nokkuð viss um það. En ég set þær upplýsingar inn á Ravelry síðan hjá mér þegar að ég er búinn, þá mæli ég bara prjónuna á græja þetta. Ég er vön að gera það allt að verki loknu. Þannig að ég allavega
stefnaði að hún verið tilbúin þessi næst þegar að við tölum saman. Af því að hún er ótrúlega fljótgerð á svona stóra prjóna og mjög svona sjónvarpsvæn. Þannig að vonandi prýði ég næsta podcast með nýrri peysu. Ekki veitir af að klára þessa sem í gangi af því að. Bráðum segi ég ykkur það. Hvað kom fyrir mig. Síðan annað verkefni sem ég hef verið að prjóna heima hjá villingnum og sjúklingnum. Það eru hérna sokkarnir í veiðvöðlunum mínar. Ég bara var að klára hælana. Og þú veist, þetta bara mjög þægilegt þegar maður er svona, já, maður getur prjónað halva umferð hér og halva umferð þar, það safnast saman og þetta eins og svo oft áður orðið frekar lúið af því að það líka voða gaman að gramsa í svona ömmubóka. Perfekt, frá Regia, 6 þráða, þannig að þetta svona DK gróleiki og þetta litur 2766 og ég keypti þetta í Galleri Snotru og ég að nota 2,5 mm prjóna og 60 lykkjur. Venjulega er ég með 64 lykkjur og 2,25. En að þetta grófara gafn og þá fór ég aðeins upp en vildi ekki vera lengra upp af því að ég vil hafa sokkarnir svolítið svona stífa á mér af því þeir eru svo rosalega fljótir að slaka á. Ég er ekkert að staldra eitthvað brjálæðislega við það svo margt af þessu sem að þið séð og heyrt Ég er byrjuð á nýjum lit í From Grandma with Love. Byrjaði á því hérna í hittingnum í dag. Þetta er finnskt garn sem er selt á sænsku samyrkjubúi. 100% finnskull. Og þetta verður fyrst teppið í ferðavagnin. Eða ég er að gera þetta sérstaklega, það var örugglega fullt af teppum þar, en ég er að gera þetta sérstaklega fyrir það. Og þetta er From Grandma with Love eftir það stalst út úr mér. Ég kalla þetta Frá ömmu með ástinni á síðunni minni. Já, eftir Melanie Berg. Þetta fekk smá ást í morgun. Síðan það Parachute í, það svona tutlast áfram. Þetta er svona eitt af þessum verkefnum sem við bara fara styrla að fara að geta lokið og fara að nota. En það gengur hægt af því það eykst lykkjufjöldin á því. En þetta kemur. Þetta kemur. Ég er sem sagt að festa bakhliðina við framhliðina. Þannig að það er sko þetta er það sem ég er búin að gera og það er alveg ég er búin með já, ég er svona á rúmlega helmingin eftir af því. En það kemur líka, ekki allir rólegi bara. Þetta er hérna gatt frá Systraband sem ég keypti á handversháttíðinni á Hrafnagili í fyrra. Og eins og drafnarlitin. Þannig að það er rosalega gaman að vera að vinna eða svona sjá fyrir endan á einhverju sem að maður, þú veist, man svona vel eftir hvað maður keypt og allt svona og þetta átti að verða sjús rögg en ég beilaði á því. Já, ég bara kom mér ekki í gang við að gera það. Ekkert frekar með Woolen Tonnið en og af því að ég var með alveg innkaupalista og allt það að þá vildi ég ekki láta þetta bíða of lengi upp í hillu heldur dreymi að finna annað verkefni fyrir
það hvoru tveggja. Hérna eru upphaf á sokkum, kannski sýndi ég ykkur þetta síðast, en ég ákvað bara að renna í gegnum svona þetta sem ég minnist að hafa aðeins tekið í á síðustu dögum. Þetta er alveg ótrúlegt gagn. Þetta er Peyton's Croy Socks sem ég fekk í aðventu gjafaleiknum sem við vorum með henni fyrra. Það er svo mjúkt, en ég hugsa að það sé alveg nautsterkt. Ég vil að ykkur bara flytja þetta inn. Þetta er bara svona 4 þráða hefðbundi sokkagagn held ég. 50 grömm. Og ég er náttúrulega að prjóna þetta, já þetta er 75% ull, súpuvasull og 25% nælon. Þetta eru 152 metrar í 50 grömmunum, þannig að þetta er nú svona mitt á milli fingering og sport, en þeir kalla þetta super fine, flokka þetta sem númer 1. Og ég er eiginlega meira á því heldur en þetta sé, en kannski á þetta að blómstra eitthvað brjálæðislega þegar ég þvæ þetta. Það kemur ljós, en þetta er mjög mjúkt, ótrúlega girnilegt. Ég hlakka til að komast áfram í þessu. Portugalsku, eða sokkarnir úr portugalska gatninu og litlu prjónabúðinu er bara á sama stað held ég. Sjáum þetta bara þegar þetta er svona lengra gengið. Það er ekki búin að sýna ykkur uppfitið á Bríós húnni. Rosa fínt. Þetta er úr Onion garninu. Fína, góða. Hvíta er Onion nummer 4 sem er organic ull og netlu trefjar. Og síðan er Onion nummer 6 sem er sama en bara aðeins grófara. En ég ætla bara að láta það virka saman. Sem sagt, nummer 4 er 50 grömm, það eru 130 metrar og 50 grömm af nummer 6 eru 80 metrar. Þannig að það er svolítið mikill, það er næstu helmingsmunur á því, en þetta virkar alveg. Þannig að það er 70% organic ull og 30% netlu trefjar í hvoru tveggja. Þannig að ég er sérst í bara að gera stroffið og það er svona, það er alltaf pínu svona, þegar maður er búin að gera kannski svona 2-3 cm af svona Bríós-stykki, þá allt í einu fer það að fljúga áfram. Ég er bara ekki alveg komin þangað að því að ég, eins og ég sjáið, er bara, ég er ekki að sýna ykkur allt sem er í gangi. Ég er að sýna ykkur það sem ég held ég hafa unnið í. Þegar séð. Hér er ég með svo sjal eftir Stephen West sem ég er að gera úr Melted Mirage eftir Stephen West sem ég er að gera úr Alpaca Suri. Þetta er líka Bríós dásemd. Þetta er Alpaca Suri frá Nora George Yarns, bara hvítt, eða svona náttúrulegt off-white. Og svo er ég með svona feit pakka frá henni Emily í arcticjans.com. Það er alveg ljós gulur fyrst og svo verður alltaf gulur og gulari eftir því sem að þetta stækkar. Og ég er ekki búin að skoða uppskriftina til enda, en mig langar bara rosalega að reyna að klára eins mikið og ég get af þessu gula feitkitti í þetta verkefni eins og ég mögulega get. Og það er norsk lambsull sem er í settinu, þannig að gula settinu. Þá er komið það sem að
ég er búin að dullast í. Svo eins og ég sagði henni upphafið, þá var ég mjög innblásin af öllum myndunum og ég var ekkert endilega að grípa eitthvað sem að Pétur og Páll var að klæðast í, heldur bara, þú veist, að sjá alla litadýrðina og hvað allir voru glaðir og þannig ég fór hérna inn að strjúka gatninu mínu og hausinn alveg á yfirsnúning og ég týndi poka og svo fekk ég skilaboð frá Lindu sama kvöld og ég spyr ég bara spyr hvernig er og eitthvað svona og hún segi já ég búin að vera bara brjálæði að gera alltaf en ég er búin að ná að kaupa í 2 peysur og ég svaraði það er ekkert, ég fór inn í herbergi og setti í 5 póka gat í peysur bara úr starfsinu já, alltaf með það bara gaman að því það er sem sagt hérna Edinborgar hitinn hjá mér og mér finnst bara geðveikt að geta farið inn í búðina mín og aðeins létt á hillunum. Það voru alveg, þú veist, að springa, sko. Ég ætla að gera Dark Cloud eftir hann að Hóhi Locatelli. Mér finnst það ótrúlega smart. Þetta er svona poncho eiginlega með ermum. En ég hef líka séð þær sauma hérna upp eða ég vil setja tölur. Og þetta er svona í yfirstærð eins og hún er mjög mikið hrifin af þó að hún sé mjög nett og fínleg kona þá vill hún alltaf hafa flíkurnar svolítið svona lausar og ég ætla að nota hérna Croft sem ég keypti mér þegar ég hélt mína eigin gattgöngu hérna eftir síðustu gattgöngu hátíða því ég komst ekki eina einustu búð þá notaði ég Reykjavíkurferðina sem að féllust til eftir það og reyndi að fara í eins marga gattbúðir og ég gat af þeim sem að voru í boði á hátíðinu og ég held ég hafa nú bara ég á eftir að fara í handprjón í Hafnarfirði en þú veist ég á alveg eftir að fara þangað og halda mína gattgöngu þar en þetta fékk ég í Storkinu, Croft, keypti þetta í ykkur allt aðra uppskrift, síman ekki eins og hver var og þetta ætla bara að enda í einu Hóhi og þetta er 100% Shetland Island Wool, mjög viðeigandi, Edinborgar hitinn og Shetland eyjarnar hérna nærri og allt það og á þessu eru 166 metrar í 100 grömmunum og þetta flokkast sem aran og það er gefið upp sem sagt hérna Luft by Woolfolk sem er 55% merino og 45% pímakotton og í 50 grömmunum af því eru 100 metrar þannig að ég er mitt garn er sem sagt aðeins feitara þannig að þá fer ég bara upp nálastærð og niður fattastærð. Mér finnst það alltaf virka vel. Hún er prjónafestunni á 5 mm prjóna, þannig að allir ég fari ekki bara upp í 6 og niður í medium, small medium. Ég ætla að ég hugsi splæsi í prjónafestu bröð. Þannig að þetta er komið núni, en ég sagði þarna astnaðast þess að segja í síðasta þætti og astnaðast þess að segja við manni minn líka. Að ég ætlaði ekki að flytja upp á neinu nýju fyrir en ég væri búin með öll þessi hérna sem að hanga á öxlinn á mér. Ég er með náttúrulega 2 peysur síðan í fyrra, með 4 teppi í gangi. Ég veit að ég næði ekkert að klára þau, en mér langar rosalega að komast áleiðis með From Grandma with Love og Bits and Bobs teppi. Mér langar helst að klára það og komast vel áleiðis með hitt. Hinn er ekkert eitthvað svona að þjaka með neitt. Hinn, það er bara eitt annað svo. Nú hvað? Er það ekki? Er það ekki svo bara Northeasterly? Ég er ánægilegt ef að ég er ekki
ekki í ruglunu. Ég finn það nú ekki einu sinni enn. Já, ég er ekkert með það hérna inni, sko, þannig að, já, það er bara 3 teppi, sem sagt, bara, en ánægilegt. Þannig að hérna, ef mér langar að klára þessar peysur, klára allavega 1 teppið og komast áleiðis með hitt, og svo öll þessi nýlegu uppfit. Ég er svona að reyna að halda aftur á mér. So, Enchanted Mesa eftir hann Stephen West. Þannig að prentaðist eitthvað afsnalega út hjá mér, þannig að það er alltaf einhverja míniletri. Þannig er nú einn skemmtilega á honum. Nei, hún er ekki með ermum. Svo þetta er Enchanted Mesa. Nema sjáu hérna, sko, erminn byrjar bara við olnbog í rauninni. En ég ætla að gera eins og Linda gerði og byrja mikið fyrr á ermunum. Og það er ekkert mál að gera það að þetta prjóna ofanfrá. Og ég er búin að vera að svona, ég ætlaði að gera þetta úr DK grófleikunum af Westwool, en ég get ekki bröðið. Ég gera það bara aðra. Og ég er komin með hérna Malabrigo, alls konar afganga, ég man ekki hvað, þetta er örugglega eitthvað frá Kristínu sem í sumar. Ég er með hérna, já, líka frá Kristínu, nýtt garn, ekkert nafn, nýri litur líka. Með Labiana May sem ég notaði í húfuna mína, Hyperknitting húfuna. Ég er með hérna afganga úr The Golden Hour sjálfnu hennar Andreu Mári. Kristín Vassnes, meira hérna frá henni Dr. Dyeworks í Dijon. Bara hálsvig. Svo er ég með þetta hérna Suoma DK ókralitur. Langar að nota það, hugsanlega kragan og rendurnar á milli og hérna stroffin. Og svo bara hipsum haps af öllu hinnu. Þannig að ég er mjög spennt fyrir þessu. Ég mun eignast bíla bara heiti upp að þessu. Hvað er það? Æ. Svo bara rakst ég fyrir algjörða tilviljun. Ég er náttúrulega að reyna að fara ekkert endilega inn á uppskrifta síðuna á Ravelry í eitthvað brjálæðislega oft. Nema hvað, að ég rakst þar inn í vikunni þegar að þessi Edinborgar hiti var í mér. Sá þeirra yndislega fallegu peysu. Og ég þarf að fara inn í bókasafnið mitt, ég hef ekki prenta át forsíðuna, en ég veit ekki einu sinni hvað hann heitir. Copenhagen sweater eftir June Thompson. Og mér fannst hún bara alveg óbúslega falleg. Og ég átti hérna Bursted alpakka sem ég keypti, afsakið tínu skrjáp, keypti þetta á lagersölunni hjá Tinnu í vetur. Og þetta er svona gulgrænn litur.
litur 20-24 og þetta gefur upp á prjóna 5-7. Það eru hérna 110 metrar í 50 grammanum og já, ég held að það bara gangi alveg. Ég ætla að gera prjónafestubrauð líka eins og kroftinu að því ég er að fara svo svolítið frá uppgefnum grófleika. Það er mjög spennt fyrir þessu. Það er ekki búið. Svo hélt ég, hvað var ég komið? 1, 2, 3 ár. Ég hélt ég væri semst búin að finna gatn í 5 peysur og 1 sjal, en þetta er vist 6 peysur og 1 sjal. Ég hafði glemt einum bókanum minni hjá manninu mínum og bara glemt því með þetta saman, sko. Majestic Mountain. Ég er búin að vera að bíða eftir þessari uppskrift. Ég nefnilega hitti Stephen í vetur og var hann í þessari peysu og ef þetta er ekki helgulegi litir, þá veit ég ekki hvað eru helgulegi litir. Og mér finnst hún bara æðisleg. Það eru svona, það er bara verst að hann er svo mikið stærri en ég, annars segi ég svoleiðis geta stóliðinni á hann bara eftir myndatöku. Sýna hérna, sjáu hérna á hann axlastykkinu. Það er svo ótrúlega herrlega. Þannig að ég verð bara að taka til minnar á það og finna mér eigið í þetta. Ég ætla að nota bara hérna Sandnes Silk Mohair. Það gefið upp sem Melted Baby Suri og Fingering Weight. Náttúrulega Silk Mohair er ekki eins gróft og hérna Baby Suriið. Þannig að þarna fer ég hugsanlega niður prjónastærð og upp fattastærð. En prjónafestubrauð líka hér. Af því að þetta er svona, sko, þetta er ekki eitthvað. Já, ég hugsa að ég geri prjónafestubrauð. Það verður prjónafestubrauð partí hérna einhver kvöldið. Í þetta verður svona gult, bleikt og aprikósu þema. Það verður reyndar hérna dröfn eins og í þessum. Síðan eru þetta voða mikið bara gult og bleikt og alls konar afgangar. Og Stranded leikur hérna Oasis. Frá henni Amy í Stranded Dyeworks. La BNMA Sport. Ef ég þyrfti að velja mér gatt-típu til þess að prjóna úr til æviloka, þá er það þessi. Og ég er ekki að ýkja. Þetta er bara 100% merino og þessi litur heitir Peach Pom-Pom. Og þessi líka. Þannig ég er með 2 svona gæja, þannig að þeir verða svolítið ráðandi. Og þetta hugsa ég noti hérna í fjöllin. Þetta hérna. Það verður þessi hérna sem poppar það upp. Og hugsanlega ræður hún ríkjum með dröfn í efri hlutanum. Og svo eftir hérna fjalladýrðina að þá taki við svona og lapi hana með og svo bara, já, sjáu hvað gerist. Er það eitthvað hissað? Þá mér langi til þess að það veist ekki drengin komið og stoppa með það því að
prjónalöggan ekki til hérna á þessu heimili. Ekki nema, ég veit ekki, maður minn rosalega löggliðinn, hann geti alveg tekið upp á fyrir. Nei. Ef að ég, kannski get ég haft það þannig ef ég klára, þó að hinn verkefni séu lítil, ef ég klára eitt þar, þá má ég fylla upp á einu nýju. Eða kannski 2 lítil verkefni og 1 ný peysa. Já, sem það. Nema no frill, nei hérna Felix peysan, þá fæ ég fylla upp á. Síðan það ekki Mald Magic sweater. Hún verður gerð, það þessi sem svona mjög stór og hérna opaslega falleg bara, Stephen West. Og ég alltaf að vera hrifnar af því. Og sjá svo margar alls konar skemmtilegar útfærslur af því. Hvað spóki hérna? Ég ætla að nota hérna mikið af onion mohair í þetta. Alltaf að vera með mohair með. Já, líka hérna það er pompa hérna honni silk. Silk mohair frá Sandnes og já, þú veist, fleiri típur á mohairi. Þannig að ég átti að bara koma hérna í pokan. Þannig að ég ætla alltaf að vera með 1 þráð af mohairi og 1 þráð af hérna fingering. Og í þetta ætla ég að nota dagatalið frá henni Vivid Wool, síðan síðustu jól. Svona að mestu. Ég ætla ekki að fara, kannski, já, eftir að fara yfir pokan og tína svolítið úr og í og allavega. Svo ætla ég að nota úr öðru dagatali sem var hérna í leiknum sem við vorum með inn á Ravelry hópnum frá annari af þeim 2 sem að ég spilaði við og ég ætla að nota hennar í þetta. Og svo ég svona að sanka að mér, ég er með hérna drögn og eitthvað Gucci Fiber og svona og þú veist, áttir að fara betri gegnum þetta en það var bara þetta að tína saman í poka, allt í hennu bara kvikna á öllum ljósa staurunum þarna inni og ég var bara að hinga ekki lengra. Nú er ég bara til í þetta. Síðasti peysan á að vera Sippila eftir Boyland Knits, Caitlin Hunter. Og Sippila lítur svona út og ég ætla að gera hana að öllum líkindum með örmum. Það eiga að vera 2 litir, aðalitur og svo aukaliturinn, en ég ætla að vera með 3 aukaliti. Bara því að ég á 3 og mér finnst það svo fallegir og ég vil láta á að leika saman. Þessi grái er aðaliturinn, þetta er Baby Panda, 100% merinoil, super wash handled frá Rauma. Já, þetta eru 350 metrar í 100 grömmunum. Þannig að það gefur upp hérna 100% superwash merino og 366 metrar í 100 grömmunum hjá henni, þannig að þetta er bara perfekt. Og síðan, og sá litur er númer 74, bara svona fallega grár. Svo er það grænn, númer 66 og fallega grænn, svona mjúkur. Það er allir voru svona mildir og mjúkir, en þetta er ætlaði barnaflíkur, en sess hú 65 liturinn af þessum svona daufgula og svo baby bleikur númer 61. Þannig að þetta verður hún Sippila. Það er alveg komið tími á
Caitlin Hunter verkefni. Það er langt síðan að ég græja hana. Ég reyndar að horfa inn á uppskrift á annarri peysu eftir hana. Hér er svo sem ég var búin að sýna ykkur. Ég ætla að gera hana sjali sem hann Hóhi Locatelli gaf okkur öllum. Og gera það úr Dr. Dyeworks. Þetta er, ég var búin að gera hérna, ég var að gera pröfuprjón fyrir mínu Philip úr þessum tveim gæm, rakti þessu upp og búin að þvoða og gera græja. Og þetta er svo þriði liturinn, Calm, Dion og Silver. Þannig að þetta verður að sjali. Síðan er það langar maður að gera Ramblin' Woman eftir Caitlin Hunter. Róm okkur eftir. Night Shift er ennþá bara hátt á listanum. Ég bara var búin að tína eitthvað til í það, svo bara nei, ég var ekki að fíla það sem ég var búin að tína til í það, þannig að það fór svona aftur aðeins í time out. Þannig að þetta er nú það. Nú ætla ég að sýna ykkur, það datt ekkert mikið í pokan, ég fekk síðasta þarna Knit-Crate, ég var búin að segja ykkur, ég ætla að segja uppskriftinni bara af því að ég, þú veist, já, ég var bara ekki alveg að fíla grófleikan sem var að koma og svona dúkkaði það ekki upp fingering í síðasta, ég held þessi síðasti. Þetta er 75%, meira en öll 15% silki, 10% kasmir, 366 metrar í 100 grömmunum og þetta er sem sagt ekki superwash, þannig að þetta er bara handþvottur og þetta er Knit-Logi Sheen, colorway eða litur heitir Titmouse og þetta er sérstaklega litur fyrir Knit-Crate og þetta er bara ofallegt, þetta er blátt og gult og svona brúnt og alls konar, já, ljósblár og ljósgrár og bara mjög fallegt. Það fylgdi náttúrulega með uppskriftabæklingur en mér langar ekki að gera uppskriftina en ég gera þetta fyrir bara eitthvað annað verkefni. Lítil svona skjóða, make something today. Þannig að hérna, já, þetta sem sagt kom bara held í sama dag og ég setti síðasta þátt í loftið. Síðan var hérna, já, eins og ég segi, var mín í Edinborgar hérna hátíð hjá okkur áðan og ég fekk mér hérna prjónamerki. Þetta er frá Maxi. Þau eru með síðu á Facebook sem heitir bara Maxi. Þetta er handmálaða viðarperlur. Mjög fallegar. Og svo eitt svona í miðjunni svona Progress Keeper eða svona verkefnamælir. Hvað við kallum þetta? Það var búið að finna. Þetta er náttúrulega prjónamerki. Þetta bara sýnir missunni likki eða þið langar að sjá hvað þér verður úr verki og setur klemmuna þar sem að þú byrjar á verkefninu kvöldið og svo þú leggur það frá þér og þá sérðu hvað hún að ná að gera. Hjartað er með, ég er búin að sýna öfugt, þessi með svona fallegum litlum steini. Æ, svona. Svo var hún Rósa Tom, vinkona mín, með fallega merkin Sín og ég fekk mér sem að fara bara upp á prjónin. Ég fekk mér 5 svona stykki. Maður getur alltaf nýtt sem prjónamerki sko. Maður með þetta náttúrulega út allt og bara að hafa þetta aðgengilegt í hverju skóm og skoti. Þannig að það var bara rosalega gaman hjá okkur. Já, ég hérna skuttlaði síðast þætti að því að ég var að rjúka í smá aðgerð sem að var búið að undirbúa mig fyrir að ég bara myndi steinliggja í að minnsta
kosti viku. Ég fór mándegi og ég var bara komin á fullt ról á fimmtudeginn. Þannig að það var greinilega meira til þess að leggja kellu en eitthvað svona inngrip. En þeir svo sem voru ekki heldur alveg með að hreinu með hvernig þetta gengi allt fyrir sig, af því að þetta þessi læknir sem setti mig í þetta, hann náttúrulega gerði þetta ekki, hann bara sendi mig til annars læknir sem tók þetta sýni og sá hvað var að gera það í fyrst sinn. Þannig að það var svona bara, það var náttúrulega bara heilmiklar varúðar ástafanir að ofgera sér ekki, og það var aðalega hræðsla við blæðingar og eitthvað svona í maganum, en það bara kom ekki til og mér var bara ógleitt á ógleðilífunum, svo ég hætti bara þeim, og eftir það þá fór mér bara fljótt að batna. Það sem að mér fannst erfiðast var að fá ekki kaffi, og ég var kaffilaus í 10 daga held ég. Og ég er búin að fatta það, mér finnst kaffilyktin betur heldur en kaffi sjálft. Ég get bara setið núna og þefað upp á bollan. En ég fæ mér svona 1-2 bolla á dag. Ég er ekki komin upp í 7-10 eins og ég var í. Og ég vona bara að mér takist að halda því. Ég hef ekki drukkið gos, ég hef ekki bara sykur, og ég hef bara búin að borða frekar svona einfalt en hreint og bara líður rosa vel, og ég ætla bara að halda því áfram. Gaman að fara bara svona feskur inn í sumarið. Mér svona líður eins og ég hafi verið svona endurræst, og það er bara rosalega góð tilfinning, og mér langar bara að halda í hana. Það er kannski hluti af þessum trilling sem hljópið mig líka, því að ég finn eitthvað orkuskot í mér sem að ég ekki fundið fyrir lengi, þannig að kannski hefur það eitthvað að segja. Þannig að það er bara mjög gaman, og nú er ég alveg bara hlæjar mig að fara fram og byrja að fikta í þessu, en ég ætla að vera stillt, allavega eitthvað. Það er sennilega minna en hálfur mánuður í næsta þátt, að mér langar að geta aðeins hendi ykkur á henni fyrir frí, smá svona hvað ég er að gera, og svo langar mig að reyna að meðan ég verð fjarverandi að taka upp svona bara skota hverjum degi þegar ég grípi í prjóna og svona gera pínu öðruvísi. Skella því svo saman þegar ég kem inn heim og setja í loftið, og svo fljótlega eftir það kæmi hefðbundin þáttur, af því að ég reikna með að í þessari fjarveru verði ekkit rosa mikið prjóna tíma þannig lagað, meðal annars vegna þess að ég ætla bara að taka þessi verkefni með mér sem að mér langar svo að klára, en er hún svona frekar þreytt á, og ég vona að það verði til þess að fá mig til þess að drífa það af. Það fer ekkert af þessu nýja með mér, ekki heldur af þessu sem ég er nýbúin að fitja upp, og það verður bara þessar 2 peysur og 2 teppi. Já, 23 teppi og 1 sokkabar til þess að hafa í bílum. Ok. En ég kíki nú á okkur hérna áður en að því kemur. Annars er bara allt gott, ótrúlega góðu dagur og skemmtilegt að hitta skemmtilega prjónakonur, og hvað vill maður meira. Ég ætla að reyna að muna eftir að setja hennan linkinn á Helikó, ég man ekki einu svona hvernig ég á að segja þetta lengur. Ég ætla að reyna að setja linkinn inn, allavega í það minnsta nafnið á því, þannig að það sé nú fyrir ykkur að setja bara í leitina á YouTube og finna það þannig. En þangað til næst, þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu daga, og við sjáumst fljótlega. Takk fyrir og bless bless.